Þau eru víst mörg og mismunandi áhugamálin sem við eigum. Sumir eiga snjósleiða, aðrir golfsett. Sigurður Gestsson hins vegar safnar lyftingatækjum. Tækin hafa nú fengið aðsetur að Óseyri 6 á Akureyri, þar sem Siggi rekur fæðubótaefnaverslun ásamt félaga sínum Jóa Norðfjörð. Við kaupum okkar inn á húsnæði og áttum svolítið auka pláss og ég á mikið af gömlum, mjög vönduðum tækjum sem að ég smá saman að fara að gera upp og hugmyndin að setja þau hér. Tækin sem Siggi smíðar og hannar má finna víðar en í hobbyræktinni. Þrátt fyrir að vera mörg hver hátt í 35 ára gömul eru þau enn í fullri notkun og það meðal annars í einni fjölmennustu líkamsræktarstöð Akureyrar, World Class skólastíg. Mörg þessi tæki eru mjög vönduð og í sjálfu sér hafa ekkert breyst. Það hefur ekkert komið neitt nýtt í mörgu af þessu. Hreyfiferlar og annað, þetta eru réttir og góðir og vandaðir í smíði heldur en sést í dag og þannig að þetta mun bara endast mannsævina sko. Já, maður sé ný tæki komað inn og þeim skipt út fyrir nýrri tæki en þessi standast tímastöðum. Já. Þetta eru bara mjög fín tæki. Hvað er þetta gömul tæki? Þau eru flest, ég smíðaði mest á árunum 81, 2 til svona 90 eða rúmlega 90. Þá væri svona mest í því að smíða. Hvar smíðaðirðu tækin? Ég hafði, ég er með ágætis aðstöðu hjá pabba hann á lítið verkstæði og svo hefur nú svo sem verið að vinna auðvitað í mínu fagi sem rennismiður og maður gat svo sem verið að dútla aðeins meðfram þar líka. Það er mikill karakter í ræktinni við skólastíg, þar sem gamlir og nýir tímar mætast. Glæný tæki í bland við þessu gömlu góðu, lyftingatæki jafnt sem handlóð. Já, handlóð. Siggi hannaði og smíðaði þau líka. Það er svolítið skemmtileg saga á bak við þau vegna þess að þetta er bara smíðað á brothæfni. Þetta eru afskurðir úr bobbingaverksmiðjunni sem er hér og var. Ég smíðaði með skurðavél til að skera út hringina. Síðan bjó ég til tromlu til þess að henda dótinu inn í og berja þessu riði. Þetta var í marga klukkutími að berja þessu riði. Svo borar maður gat í miðuna, setur þetta upp á öxul og upp í rennibekk og lagar þetta utan. Já. Smíðar öxul og lóði tilbúið. Já, einmitt. Þetta er ótrúlegt. Maður er búin að lyfta þessum lóðum oft en aldrei pælt í því hvernig eru þessi lóð til. Nei, þetta er náttúrulega bara járn og verður bara járn og svona verður þetta bara. En þú hannar þau þá líka, ekki bara smíðar þau? Já, ég náttúrulega hanna flest öll tæki sem ég smíða sko vegna þess að ég hafði svo sem ekkert að fara eftir þannig lagað og svo sem hef unnið talsveit við ýmsa hönnun líka í járninu þannig að þetta lá svo sem ágætlega fyrir mér. Siggi byrjaði fyrsta keppi fitness 1981 og þaðan var ekki aftur snúið. Hann átti langan og farsælan keppnisferil í sportinu eða allt til ársins 2011 og því óhætt að segja að Siggi þekki tímana tvenna þegar kemur að líkamsrækt. Þegar ég byrjaði þessu þá var þetta sport í rauninni ekki til og ég ásamt vinur mínum Gísla Rafnssyni hérna frá Akureyri. Við fórum til Bandaríkjanna bara til þess að læra og sjá hvernig þetta gengi fyrir sig. Við vorum þarna í marga mánuði og á besta staði í heiminum og fengum þar leiðsögn og þjálfun hjá þeim fremstu í faginu. Og við reyndar gáum út bók á þessum tíma líka. En þegar ég kem heim þá eiginlega byrja ég bara strax að leiðbeina öðrum og hef verið í því síðan. Og þú hefur staðið á sviði með mönnum eins og Jón Pál sem nú flestir þekkja. Já, ég hef búin að keppa meira og minna við alla sko, þannig að jú, það var sögulegt og skemmtilegt á sínu tíma. Er einhver fleiri svona eftirminnileg atvik af sviðinu sem þú manst eftir? Já, þetta er náttúrulega, maður er búinn að ferðast og þetta hefur gefið manni tækifæri til að ferðast bara ótrúlega stóra hluta af heiminum. Maður hefur verið að keppa sko í nánast öllum Evrópulöndum, Síberíu, Rússlandi og bara nefndu það sko og
Þetta hefur auðvitað gefið manni mikið að eiga möguleika á þessu. Svona síðustu árin þá keppti ég nánast eingöngu á Evrópu og heimsmeistaramótum og gekk ágætlega þar. Og svo sem veit maður aldrei hvenær maður er hættur. Það getur alveg við eitthvað eftir ennþá. Ertu nokkuð tíman hættur í þessu? Nei, maður hættir ekkert. Maður er þarna vegna þess að manni líður vel. Manni líður vel í skrokknum og andlega og það er alveg andi sem er enga ástæðu til þess að hætta. Kristín Kristjánsdóttir, konan hans Sigga, er einnig margfaldur meistari á fitnesssviðinu. Hún hefur framlengt íþróttaferilinn með því að keppa í frjálsum íþróttum. Siggi hefur stutt við bakið á henni og elt hana milli móta. Nú á síðasta landsmóti ákvað hann hins vegar að láta reyna á það hvort hann gæti líka keppt. Þannig að ég fór að tala við Unnar Vilhjálmsson, snilling, og spurði hvort hann væri til í að kenna mér kúluvarp og lóðakast á einhverjum 3 dögum. Já, hann var alveg til í það og við tókum einhverja 3 æfingar og ég skellti mér á landsmót á Sauðárkróki og var svona alveg sæmilegur. Ég var annar í kúluvarpi, svona nokkrum sentimetrum frá því að vinna og svo var ég 3. í lóðakastinu. Það þurfti aðeins meiri tækni þar, þannig að það getur vel verið ég get tengt eitthvað betur í þessu. En þetta var óskaplega gaman. Þetta er gott start að komast á pall í bana. Já, þetta var bara gert til að hafa gaman að, sko. Já. Og var það. Já. Þú kannski heldur eitthvað smá áfram og sér hvað... Já, ég er sem að taka einhverjar æfingar í vetur og sjá hvort að ég geti bætt með eitthvað.